Við erum í viku 2 í Vegfartun1 haustu 2026 og ætlum í dag að halda áfram að fara yfir svona grunn þessa áfanga sem er HTML og við ætlum að skoða nánar aðeins hvaða element við erum að nota og svona töflulistur og form að einhverju leyti tengt verkefninu sem liggur fyrir, hvernig við skrifum HTML, hvernig við validatum HTML, að við vitum í raun að við séum að skrifa HTML rétt og þá hvað er rétt, og síðan aðgengi og SEO eða Search Engine Optimization sem að núna í seinni tíð hefur orðið líka svona AI Optimization, að leyfa chatbotum að nálgast efnið okkar á skipulegan máta, en kannski nefnum það bara aðeins í lokin. Og síðan í verkefni 1 að skoða þessi hvernig við setjum Netlify og tengjum það við verkefnið okkar til að gera það aðgengilegt, sem er þá sem ætti í raun að vera seinasta skrefið í því þegar þið eru að leysa þetta verkefni. En eftir þessa viku þá erum við í raun búin með yfirferðina á HTML, svona officially, en hún mun samt alltaf vera þarna sem grunnurinn núna á þessu, af því að það er í raun vefurinn byggist upp á því að við erum að gera efni aðgengilegt, og við gerum efni aðgengilegt með því að skilgreina það og útfæra það með HTML elementum sem ljáði einhverja merkingu, og út frá þessari merkingu og öðru notum við CSS til þess að ljáði útlit og síðan notum við JavaScript til þess að ljáði einhverja virkni. Þannig að þetta er svona oft þetta flæði þess hvernig við setjum upp vefi. Síðan þegar við erum búin að læra þetta, þá kannski hendum við út um gluggann og fyrir að hugsa bara eitthvað, svo nota ég bara eitthvað svona library eða eitthvað framework sem að gera þetta allt fyrir mig og blanda þessu öll einhvern veginn saman í eitt graut. En þá munum við alltaf að í grunninn, það sem að birtist á vefnum, er HTML sem nota CSS fyrir útlit og JavaScript fyrir virkni. Þannig að allt það sem er notið í framhaldinu byggir ofan á þessum grunni. Þetta er það sem vefurinn notar, þetta er það sem vefurinn er staðlaður og byggður á. Og allir vafrar túlka. Ok, þannig ef við byrjum aðeins að kannski hugsa hérna út frá þessu efni sem liggur hérna til grundvallar fyrir þetta verkefni, þá eru hérna einhvers konar eitthvað efni og við fórum aðeins yfir það í seinasta tíma, en við skoðum bara þessa forsíðu hérna og við sjáum í raun þegar ég opna þetta skjal í GitHub þá fæ ég ákveðið útlit á það, og þetta útlit er túlkun úr vefforritinu sem GitHub keyrir á því hvernig markdown skjalið sem ég bjó til er sett upp. Það er sett upp þannig að við þá hoppum bara aftur og rifjum núna aðeins upp hvernig það var. Ég sótti verkefnið, ég setti á einhverja möppu á tölvunni minni, ég ætla að opna þá möppu núna. Það var hérna, ég ætla bara að vinna þetta beint inn í verkefnið hér. Þannig að það er bara eitthvað hérna, ég er með mörg verkefni en ég finn bara hvar þetta verkefni 1 er. Og ég opna það og ég opna folderinn sem þá leiðir mér að vinna með allt verkefnið í einu og stækkum þetta aðeins. Og þá opna ég hérna bara sama skapi þetta, við tölum aðeins þetta í seinasta tíma, að þá er þetta hérna túlkað sem fyrsta fyrirsögn, sem önnur fyrirsögn, sem texti, sem bil yfir í aðra málsgrein, og hér er síðan einhver virkni sem er vitlaus, eða þú veist, er ekki rétt að því leyti að hún er ekki túlkuð sem tengill hérna, eða hlekkur, og svo framvegis fyrir þetta og sama hér, nema hér fyrir við niður í 3. fyrirsögn og svo fyrir fótinn að þá erum við með einhvern lista og einhvern svona nestaðan lista, eða að segja lista sem er með lista en lista. Ok, og við vorum í raun hættum hér í seinasta tíma, þannig ég ætla að reyna bara að vinna það sem ég er með núna og svo pússaði því, ítið yfir í GitHub, þannig að þá sjáu þið hvað ég er búin að vinna og getið þá annarkvort litið á það til bara samburð við það sem þið eru að gera eða bara tekið það og byggt ofan á því ef þið eru ekki byrjuð. Lokum þessu. Og það er sem sagt bara í þessu margar leiðir svo sem til þess að hérna stilla sig upp, en það er samt svona frekar svona
ákveðin leið að því hvernig við ætlum að struktúra þetta ef við ætlum að vera að vinna með þetta nákvæmlega eins og við erum með þetta hér. Þannig að það sem við getum gert hérna er áfram að vinna með tólið, þannig að ef ég dreif þetta hérna og ég get farið og dreif þetta hérna til hliðar, ég ætla að drefa þetta til hliðar, svona, þá get ég haft þetta hérna hlið við hlið, þannig að ég get séð hvað ég er að gera hér og ég get séð hvað ég er að gera hér og svo eins og við vorum að skoða í senasta tíma að ég geti jafnvel gert hérna, ég geti gert Command B, þá fel ég hérna Explorerinn hérna og þá get ég farið á þessi hérna og sagt byrjum við, ekki hér, ég þarf að gera það í, svona hérna, Open with Live Server, sem var LO, þá fæ ég þetta svona og þá get ég verið með þetta hérna og hort á allt í einu og verið að vinna svolítið svona þetta og sagt ok, þetta svona og við getum þá bara haldið áfram og sagt ok, ég ætla bara að copy-paste hérna á milli, bara mjög gömul og góð handavinna sem við vinnum og hvaða element viljum við setja utanum þennan hérna texta. Þannig ég setti hérna, ég nú átt að spyrja þig hér, hérna setja ég aðra fyrirsögn, fyrstu fyrirsögn og þetta er bara HI stendur fyrir heading og svo er það bara 1, 2, 3, 4, 5 og 6 sem er í boði. Þannig að hvað viljum við setja utanum þetta til þess að ljá því rétta merkingu fyrir það sem þetta er? P og P er það bara paragraf og við getum sett þetta hérna svona vistum og þá sjáum við þetta, við sjáum við erum eftir að laga hér og setja svona og hér jafnvel líka, það sjáum við ekki og af hverju sjáum við ekki það sem er hérna inni? Hvað er merkingin við það sem er inn í head á móti því sem er inn í body? Þægileg þögn hérna meðan allir sitja mjög djúpt hugsi að rifja upp námsefnið sem þau lásu svo ötullega helgina. Hver var aftur munurinn á head og body? Einhverja ljósaperur, það er að kvikna á einhverjum. Head er fyrst, já, yfirleitt er það fyrst í röðinni, en það er líka svona merkingarmunur, það er svona skilgreiningarmunur. Já, bara mjög nálægt korrektu svari. Head skilgreinir svona lýsigögn, metadatað, á meðan body skilgreinir meginmálið. Þannig ef ég var eitthvað að spyrja ykkur þetta, þá var ég að leita að þetta eru svona lýsigögn, þetta eru gögn sem lýsa gagninu. Og sérlega ég lýsa þessu sem við skoðum með þessu sensta tíma, sem er hvaða stafasetti síðan er í, hvernig á hún að haga sér þegar hún er í skjám sem eru með háa upplausn, og við skoðum þetta sérstaklega, kíktu á þetta eftir, og svo hvaða titil síðan er með. Og þá er hérna, ef ég opna aftur hérna, að þá er þetta hérna titilinn. Og hann getur verið ólíkur þeim sem er í meginmáli síðunar. Þannig að þá kemur upprópunarmerki hér, en ekki hér, og oft á tíðum er þetta notað til þess að búa til eitthvað svona, er frábært fyrirtæki á þjónustu markaði á Íslandi. Þetta er oft kallað keyword stuffa, að við tökum bara öll svona orðin sem við viljum að séu svona high value fyrir okkur og setjum í titilinn, í fyrirsögnina, í fótinn og reynum að láta það koma aftur. Þetta er svona gamaldags, eða svona, mætti kalla SEO. SEO að eitthvað, við finnumst fyrir eitthvað ákveðið og til þess að við finnumst fyrir eitthvað ákveðið þá verðum við að byrja að vita hvað er þetta ákveðið og erum við að minnast á það. Og ef við minnumst mikið á það, þá getum við ekki verið hissa að það kom ekki upp þegar einhver er að taka síðun okkar og setja inn í einhverja gagnageymslu sem er síðan leitað í hvort sem það er með einhverjum chatbotum, einhverjum gervigreind eða leitavélum og þá verður orðið að koma fram ef við viljum að komi fram. Þar að segja. Og body er þá meginmál vefsins sem við erum að vinna með.
Ok, þannig að við erum komin hérna með þessa fyrstu 3 parta, 3 mismunandi element. Hvað viljum við svo gera fyrir mynd af Seljalandsfossi sem á að koma hérna í framhaldi af þessum texta? Image. Svona. EMG. Af því að í gamla daga þegar þetta var skilgreint þá sparaði fólk sérhljóðuna sína. Og þá komum við inn í að image represents an image. Baseline since 2015. Og hvað þurfum við að nota núna til að vísa í myndina? Source. Og þá er það aftur, við erum að spara, þannig að það er src. Og þá skrifum við það sem sagt source. Og svo kemur jafntómerki og svo koma yfirleitt 2 gæsalappi sem að innan þeirra er einhver vísun. Og þetta hérna er sem sagt attribute á self-closing elementinu EMG. Það er self-closing að því leyti að það þarf ekki að vera með closing tag eins og hérna. Þannig hérna erum við með P-element sem er með P-opening tag og P-closing tag. Í heildina er þetta P-element. Og element getur innihaldið texta eða önnur element. Þannig að þetta hérna getur líka verið skilgreint svona og þá er það í raun að segja strangt til tekið bara ég er self-closing, það er svona explicit self-closing element. Og það þarf ekki, en ef við notum eitthvað eins og prettier, þá mun það bæta þessu við. Við munum skoða þessu eftir þegar við setjum prettier upp. En ok, attributeið þarf að vísa hvert? Í myndina. Og ef við opnum þá aftur Explorerinn hérna, þá eru myndirnar hérna undir myndir og hérna er myndin. Ok. Breytum aðeins hérna, þannig að við fáum aðeins meira pláss. Hvernig myndi ég þá vísa í myndina úr þessari skrá sem er í núna sem er index.html? Skástrík myndir, skástrík Seljalandsfoss. Ok? Munum við sjá mynd af Seljalandsfoss eða munum við sjá brotna mynd? Seljalandsfoss, réttum hönd. Þú voru að standa með þínu eigin, sko. Já. Brotin mynd. Ok. Það kemur mynd hérna. En hvað hefði gerst ef að ég hefði ekki verið með live server í gangi? Og ég hefði verið að gera eins og ykkur gætu verið að gera og gætu hafa lent í að ég var að vísa í þetta beint svona. Ég dreg þetta núna og þá fæ ég brotna mynd. Hver er munurinn? Munurinn er sá að þegar við erum með þetta hérna mjög svo saklausa þessi þetta ég get ekki dreigið hérna. Ok, ég loka bara þessum milli hérna. Þetta er líka að skipta mér finnst þetta color theme ekki verið með nógu mikið kontrast. Svona, þetta er miklu harðara. Þetta hérna litla skástrík er ástæðan. Af því að þegar við setjum skástrík fremst í svona slóð, þá gerist hvað? Jú, eða þú ert í raun ekki að horfa á núverandi möppu, þú ert að segja farðu beint í rótina á því sem vefþjónninn er. Og rótin, þegar við erum að keyra live server, er bara rótin sem við erum hérna. Og rótin er þá root directory, sem er í raun bara grunnurinn að því vefsvæði sem við erum að vinna á. Þannig að þess vegna virkar það þegar við erum hér, að þegar við erum hérna á vefþjón, sem þetta er hérna 127.001.5500 index.html, rótin á honum er þá þessi hér.
og það er index HTML hérna. Ef að ég breyti nafninu hér í eitthvað, og þá segir hún cannot get index HTML, út af því að ef við förum á rót eða einhverjum uppu og það er til nákvæmlega skjal sem heitir index HTML eða index HTM, þá er það birt í stað einhvers annars, þá villu, eða stundum er þá birt allt sem er inn í möppunni. Og þegar við segjum hérna, að þá fer hún bara og segir hérna, já ok, farðu á rótina og fyndu myndir möppuna og inn í henni seljalandsfoss.jpg. Og ég get prófað það með að fara hérna og segja open image a new tab. Þá fer ég hérna, og þá ef ég kopía bara þessa hérna slóð og setja hérna, og þá sjáum við að slóðin verður í raun rétt. Ef ég hins vegar fer hérna aftur í, sjá, það þarf ég að fá aftur hérna. Ef ég fer og gerir slíkt í sama hér, gerir view, open image new tab og fer hérna, þá svona, og þá segir hún file __, myndir, þannig að hún fer á rótina á vélinni minni og reynir að opna myndina. Þar sem að myndin er ekki til staðar og þar af leiðandi er hún ógild. Þegar þið setjið verkefnið ykkur upp á Netlify er þetta eitthvað sem þið gætu lent í, að þið vísuð ekki rétt relatíft í myndina, heldur vísuð í hana nákvæmlega á tölvunni ykkar, þannig að það geti verið hérna bara notendur, notendanafnið ykkar, verkefni, bla 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 bla, eitthvað Seljalandsfoss. Ef þið kopíuð hana, funduð hana hérna einhvern veginn, svona, að þá myndi það virka bara á tölvunni ykkar, en ekki þegar þetta er komið eitthvað annað. Og ástæðan fyrir því að við hugsum þetta svona relative versus absolute, þetta er svona absolute slóð, er að við viljum í raun að við getum fært til hluti án þess að það brjóti í raun vísanirnar okkar. Þannig að hvort sem ég er með þetta hérna verkefni hér eða einhvers annar staðar, þá mun það ekki skipta máli ef ég færi þennan vefþjón í heild sinni. Ég gæti gert þetta öðruvísi og sagt sleppti að hafa þetta hérna forward/, og þá segir þú, þá leitar browserinn að því, ég er núna það sem að index HTML er, ég ætla að athuga hvort það sé til mappa sem heitir myndir og undir henni skrá sem heitir seljalandsfoss.jpg. Og ef svo er, þá byrst ég hana. Og hérna, það kemur ekki neitt, það kemur bara brotið ef að við gerum þetta ekki nákvæmlega rétt og sem að vísa nákvæmlega í mynd. Ok, erum við sátt við myndina svona? Hvað vantar? Minka, ok, hvernig gerum við það? With. Og hvað gerist þegar við setjum bara with? Það breytir bara breytinni, en hvað gerist við hæðina? Helst þú sama? Einhver önnur tillaga? Hún minkar líka. Hvernig minkar hún? Miðað við hitt. Miðað við í raun aspect ratioið á myndinni. Þannig að myndin er með eitthvað hlutfall og ef við segjum bara with þá reiknar þetta hlutfall og margfaldar with með því hlutfalli fyrir hæð. Þannig að ef myndin er portrait þá heldur hún áfram með portrait, ef hún landscape þá heldur hún áfram með landscape. Þannig að við gerum svona og myndin kemur svona smekklega inn. En hvað gerist ef ég segi, kann ekki skrifa, svona, og ég veist það núna. Já, og myndin verður í raun teygð, eða hún verður, við brjótum aspect ratioið þannig að hún verður skrítin. Og hún getur jafnvel orðið mjög skrítin svona, þú veist, og vafrinn reynir einhvern veginn að þjappa henni og breyta þannig að hérna, hún passi og jafnvel teygja hana í eitthvað svona. Þannig að það hefur örugglega séð einhvers staðar þar sem eitthvað hefur verið að eiga við þetta og ekki verið að virða aspect ratioið myndum. Þá er það þegar að vera blind að vera að gera þetta. Ok, þannig við erum sátt við þetta. Erum við þá sátt við myndina?
Hver eru sátt við myndina? Ok. Hver eru ekki sátt við myndina? Það er eitt eftir. Hvað er eftir? ARG. Þegar reader Já. Ertu sammála? Allt texti, já. Ok, og það er hérna. Þetta hérna, ef við skoðum hérna. This attribute defines an alternative text description of the image. Og þetta er svo þannig að ef að ég er með eitthvað hérna sem að lýsir eitthvað sérstakt. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval af ferðum allan ársins rings. Sjáuð öll dæmin okkar fyrir neðan og svo kemur mynd og myndinni er texti sem að lýsir öllum ferðunum. Síðan er ég einhver sem er með dabra eða enga sjón. Ég sé þetta ekki og ég hlusta á þetta og þá kemur bara, við bjóðum upp á fjölbreytt úrval af ferðum allan ársins rings, svo kemur bara ferðir.jpg og haldið áfram. Þannig alltaf þegar við erum með sjónrænt efni sem er mikilvægt fyrir það sem við erum að birta, að þá setjum við inn texta sambærilega lýsingu á því efni. Og þá má segja, og þá opnast svona fullt af einhverju bara heimspekilegum umræðum. Er þetta hérna skrautmynd eða skiptir hún máli? Hvað skiptir máli á myndinni? Og svo framvegis, og þetta getur orðið mjög svona núansað, en ég sett allavega inn hérna bara einhverja lýsingu sem þau getur sett inn, þannig við getum tekið bara hana og sett hann inn hérna og vistum og við erum góð. Nú erum við búin. En þið sjáum líka að þessi hérna texti birtist ekki, af því að hann er alternative. Hann er ekki birtur þeir sem sjá myndina. Ef að ég sé ekki myndina þegar hún er brotin, að þá kemur allt textinn í staðinn fyrir efnið sem var fyrir. Þannig að hún svona tvíeggja, eða svona, þetta serverar tveimur hópum. Þannig að ef einhvern veginn brotnar þetta, að þá kæmi hérna, ferðir okkar eru frábær ferð og hinn frábæra ferðin og eitthvað, í staðinn fyrir að það sé bara brotin mynd og enginn veit eitt. Ok, þannig að hægt og rólega erum við að komast í gegnum þetta og það er í raun bara eitt hérna í viðbót og það er þetta og í Markdown þá eru tenglar skilgreindir svona. Textin sem á að verða tengill er inn í brackets og tengillinn síðan sjálfur er í sviga þar fyrir aftan. Þannig að hvernig myndum við gera þetta með réttu HTML elementi? Anchor, best nefnda, nei ekki best nefnda, skringilegasta nefnda en kraftmesta elementið, A fyrir Anchor. Og til þess að vísi eitthvað, attributið, nei, að byrja H, mjög skrítið líka, Href eða href, sem er hyperlink reference. Og svona, ok, og þá fáum við núna element sem er bæði með byrjunartagi, endatagi og attributi. Þannig að hvað setjum við hvorum megin? Hvað setjum við inn í elementið? Skoða ferðir og svo inn í þetta hérna þá ætlum við að fara yfir á ferðasíðuna sem er ekki til hér, nei fyrir ekki hér, þannig við þurfum að búa hana til, en við ætlum að búa hana til með ákveðnu nafni, þannig að við þurfum bara að búa til linkin og svo sjáum hvað gerist. Og hvað ætti þá að vera hér? Þetta hafa sér alveg eins og með myndina. Það er að segja þetta relativ, þessi vísun, hún er eins. Við kallum það bara ferðir HTML. Okay? Þá sjáum við hérna að þetta verður blátt og undirlínað sem er í raun sjálfgefni stíllinn sem að vafrinn setur á alla linka, alla arhef og er í raun eitthvað sem við ætlum ekkert að fara að segja já ok, ég vil ekki hafa þetta blátt, ég vil hafa þetta einhvern veginn öðruvísi. Að því við munum, þetta verkefni er bara að setja efnið upp með HTML, næsta verkefni verður að setja útlitun á þetta. Þannig við ætlum ekkert eitthvað að fara að segja svona, ég vil hafa meira bil, þannig ég ætla að setja svona BR hérna sem er eitthvað break. Byrjuðu okkur, ég ætla að setja fleiri, okkur kom ekki break. Já, nú er þetta flott. Þetta er ekki merking.
þetta er útlit og útlitinu stýrum við með CSS og merkingunni stýrum við með HTML. Ok, þannig að við erum góð hér, við ítum á þetta, við fáum carrot get að því við þurfum að setja þessa síðu upp, en hún er í raun bara keimlík, nema hún átti að vera hérna eitthvað vinna út úr þessu hérna, við ætlum ekki að setja Rainbow CSS, þannig að þetta er eitthvað hér og við getum skoðað þetta eftir, en áður en við höldum áfram, þá ætlum ég aðeins að hoppa yfir í raun, sko, hvaðan kemur allt þetta? Hvað er með þessi HTML element? Og þá er hérna í námsefninu, aðeins farið yfir þau, en þá er hérna vísað yfir í HTML spec. Og HTML spec, eða HTML standardinn, er í raun á sér svona pólitíska sögu. Einu sinni var hann eingöngu staðlaður af W3C, sem er World Wide Web Consortium. Síðan gekk það hægt, það var til svona splinterhópur, sem að kallaði sig WOT Working Group eða WOT WAFG sem að bjóð til sinn eigin staðal sem við kölluðu HTML5, gáfu hann út og fóru svo að lobbya að vafrar myndu styðja hann. Svona gegn því að W3C væri að vinna með hann. W3C var á annarri vegferð, ætlaði að láta XML tröllriða vefnum og eitthvað svona og þetta var mjög áhugaverður tími til þess að vera lífi, krakkar, mjög áhugaverður. En við enduðum alltaf á því að fólk sættist og það var ákveðið að það væri búin til lifandi standard sem að WOT Working Group myndi halda utanum og það væri búin síðan til snapshot af honum sem að eru staðlaðir af W3C. Þetta er alltaf miklu flóknara samt í raunveruleikunum. En það sem að við getum gert sem forritrar, vefforritrar, er að skoða þetta og þetta er svona kannski stór partur af þessum áfanga er ekkert endilega að segja ykkur svona nákvæmlega setjið þið upp rétt HTML element í réttri röð. Heldur meira að þið skiljið hvernig þetta er til, hvernig þið leitið ykkur upplýsingum um þetta og af hverju hlutinir eru svona. Það er svarað við spurningunni af hverju, ekki svarað við spurningunni hvernig. Það er svarað við spurningunni hvernig er oft bara eitthvað, já, gerðu svona og það er ekkert spennandi. Við lærum ekkert voðalega mikið að því. Bara eitthvað, ok, og ég er páfagaukur sem að endurtek hvernig svarið aftur og aftur og aftur. Ef við fyrir að spyrja af hverju spurningunnar, þá fyrir við að skoða, ok, það er einhverju staðlar, hvernig verða staðlarnir til? Af hverju er þetta svona en ekki hinsegin? Og þá er það bara eitthvað, svona er fólk að vinna saman og svona urðu hlutin til í gegnum 30 plus ár af samvinnu fólks. Þannig að við getum skoðað hérna allan spekkin bara á einni síðu. Þetta er alveg gífurlega stórt og hérna mikið og þetta er þessi one page version. Þessi útgáfa er svolítið hugsuð fyrir þá aðalega sem er að búa til vafra. Þannig að ég er að búa til vafra, ég er að forrita vafra, nýjan vafra eða bæta einhverju við vafra og ég þarf að sjá hvað segir staðallinn mér um að þetta eigi að virka í HTML. Og þá getum við farið og við getum fundið hérna, það er kannski betra bara að finna elementið hérna, skrólum aðeins niður, þá komum við einhvers staðar inn í hérna, þá fáum við hérna the elements of HTML, the document element, the HTML element, þá getum við lesið um það. Þá fær það svona einhverja skilgreiningu fyrir sig. Það er í engum flokkum. Það getur verið notað sem document element, content model, a head element followed by a body element og eitthvað svona. Svo koma dæmi, svo fyrir við yfir í head element og svo koma ykkur dæmi og svo fyrir við yfir í title element. Þetta title element er metadata content og metadata content á heima inn í head elementinu. Þannig að þarna býr þetta til í raun skilgreiningar fyrir það hvað má vera hvar. Þannig að við hoppum í uppáhaldselementið mitt sem er the A element og þá sjáum við að það er flow content, phrasing content. If the element has an href attribute þá er það interactive content og svo er það palpable content. Og þetta er náttúrulega orðið bara eitthvað og við þurfum ekki að læra nákvæmlega hvað þetta er eða leggja þetta á minnið. Við þurfum bara að vita að þetta er staðall sem er til og hann skilgreinir hvernig elementin spilast saman og þá sjáum við hérna content attributes, href, address of the hyperlink, target, download, ping, rel, hreflang, type, referer policy. Þetta eru önnur attribute sem við getum sett á A-elementið
en ég ætla ekki að kenna ykkur hvað nákvæmlega hvert og eitt gerir eða láta ykkur prófa það. Ég er bara að segja ykkur, það er til spekk fyrir þetta. Hann er með marga hluti sem eru áhugaverðir og leyfa okkur að gera alls konar hluti. Við ætlum svolítið ekki að taka tæmandi í listan og bara prófa hann allan. Þannig að hér er þetta og svo getum við skoða líka hérna global attributes. Following attributes may be specified on all HTML elements, even those not defined in this specification. Þannig að jafnvel ef við búum til okkar eigið HTML element, þá megum við setja þessi attribute að það. Þannig að ég bý til elementið Óli, þá má ég setja það þessi attribute og vafrarnir munu birta það að einhverju leyti. Og það er aftur alls konar í þessu og við munum svo sem ekki nota mikið af þeim eða eitthvað yfir höfuð, en til dæmis eins og autocorrect, að við getum sagt þá ekki að autocorrecta þetta gildi eða þennan rate þar sem við erum að biðja eitthvað og svo framvegis. Síðan fáum við dæmi það hvernig þetta er notað, í hvaða samhengi. Hér er til dæmis dæmi það hvernig við getum búið til consistent navigation toolbar on every page sem er partur af verkefninu og þið getur notað, og svo fyrir aðra hluti. Þannig að elementin eru þarna og svo getum við farið í version for web devs sem er kannski betra fyrir okkur og þá getum við farið og fundið einhver element hérna, eitthvað web APIs, en við værum aðalega hérna í the elements of HTML og þetta er svo sem ekkert, mér finnst þessi útgáfa þessu eiginlega að vera síðri. Og svo getum við farið yfir á MDN og þar getum við farið og þar getum við skoðað frekari dæmi og jafnvel séð betri leið til að skoða bara svona konkrétt, hér eru elementin, ætti að vera að nota þau. Hérna getum við aftur séð dæmi þessi attribute sem er hægt að setja. Hér er eitthvað accessibility, dæmi og nánar. Linkur yfir á spekkin sem fer yfir á bara nákvæmlega þann stað sem við vorum á áðan og í raun hvað vafrar í dag styðja af attributum. Þannig hérna sjáum við töluvert stærri töflu að því hvað er í boði og sumt af þessu er bara grænt í gegn en sumt af þessu ekki. Eins og hérna ruslatunnumerkið því að þetta sé deprecated og eitthvað sem við ættum ekki að nota. Af því að á þessu 30 ára tímabili sem við höfum verið að vinna á vefnum þá hafa vafrar komið með ýmsar viðbætur við HTML sem var svona laumað inn án þess að það væri staðlað og þá var þetta kannski eingöngu tiltækt í einhverjum Firefox vafra hérna. Það var bara eitthvað, við höfum fulla trú á því að þetta verði að stöðlu attribúti en svo í gegnum staðla prósessin þá var það ekki og það er núna deprecated en er komið out there. Það er einhverju sem nota þetta er á einhverjum vefjum og vefurinn er þannig að hann gleymir fáu þegar kemur að því að hafa einhvern tímann stutta. Vefurinn í dag getur ennþá byrt eitthvað sem var bara relevant eða þú veist, byrtist fyrir cirka 30 ára síðan. Alright, þannig að þetta var HTML element og aðeins aðgengi. Við skulum taka okkur smá pásu og byrja aftur klukkan 10:10.